Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Jósera fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Og þarna erum við að fylgjast með æfingum og eins og við sjáum þá gekk það svona misvel. Þetta var Mikael Kúdjóð, hann var þarna eitthvað í pínu tvisti. Þarna Kristinn Arnar. Hann voru svona aðeins að finna sig á brautinni og hvernig hún væri að höndla fyrir bílana hjá þeim. Og það gekk misvel. Þarna Sigurbergur Eiríksson, alveg flegiferð, hann í opnaflokknum, þannig að hann mun koma til með að keyra með öðrum bíl. Það er gaman að sjá það hérna eftir. Þarna Sigurjón Eli Eiríksson, gríðarlega beittur, hrikalega flott að sjá hann gera. Bíla komin á þannig bíl, þrælflottur bíl. Þetta Skarphéðinn hjá Vilhjálmsson á sínum BMF 36. Ótrúlega magna hvað BMF verðist alltaf vera svona eitthvað heita varan í þessu driftheimi. Þannig hann Elvar Geir Ágústsson á BMF 36. Hann var mjög beittur. Þannig Haukur Gíslason á Nissan 206. Hann með Vafata BMF mótor í þessum bíl. Var að virka gríðarlega vel hjá honum og enda hann ekkert byrjandi eða nýgræðingur í sporti, gríðarlega góður að keyra og sýndi það sannað að hann ekki neinu gleymt. Flýgur í gegnum þetta eins og ekkert sé. Og þar hér næstur Guðni Brynjar Guðnason á BMF E34. Hann búinn að æfa sig greinilega í vetur. Hann tók líka þátt á bílótum í fyrra, gekk ekki svona vel. Hann greinilega búinn að sækja sér verið, orðið flottur að keyra. Það verður bara gaman að fylgjast með honum. Og hér hann Jón Þór Hermannsson, hann nýlega búinn að kaupa þannig bíl. Þetta Íslandsmeistarabíl frá því í fyrra og hann virðist bara ekkert vera neitt verri að keyra heldur en fyrri eigandi. Ég viðurkenni það hér uppátt að ég hélt að þetta væri sami ökumaður og í fyrra, en svo kom á daginn að það var ekki. En hann var bara ekkert síður að keyra og keyrði þetta alveg eins og hann aldrei gert þetta þvílíkt flottur. Og þarna 3 klukkutíma gamall bíl á ferðinni. Þetta hann Kristófer Valsteinn. Þeir voru búin að vera vinnandi í þessum bíl baki brotnu meira og minna 2 vikur og það voru ennþá sjóðandi heitar í honum suðurnar þegar hann kom hann upp eftir. Hann var algjörlega nýtilbúinn þessi bíl þegar hann kom og pröfaði hann og hann var bara að keyra hann í fyrsta skiptið. Ég kalla hann ekki slæmt. Hann á þessum árangri á bíl sem ekki eldri. Ja, þetta reynda snýra honum en það nóg af krafti í þessu bíl. Þvílíkt flottur. En þess maður geta að þessi bíl var í driftunni í fyrra en Kristófer hann svona ákvað að setja í hann turbo og veltibúr og ýmislegt fleira. Þetta eru dómararnir upp í körfu, lengst upp í lofti. Þarna Tómas Karl Benediktsson, hann á Mitsubishi L200 með 6 cylindra BMF-vél og turbínu. Alveg stórundalegu bíl. En hann virðist nú alltaf einhvern veginn geta keyrt þetta fyrir einhvern algjöra misskilning. En það var einmitt ekki orðið þurft á hann lakki því að það var nýbúið að mála bíl þegar hann mætti með hann að keppni. Þarna síðan Jökull Atli Harðarsson. Hann gríðarlega góður að keyra. Hann á Nissan 350 setup og hann kunni greinilega alveg að keyra.
búin að raða inn byggurum í Reykjavík. En eins og ég sagði áðan, þá þetta fyrsta þura keppni sumarsins. Þannig að menn voru svona pínu að sletta og klaufunum hann eins og beljur á vori til. Svo að sjá hvað hann beygir gríðarlega mikið. Og auka beygjuradíus við flesta þessa bíla og eins og ég séð þarna gat hann rétt bílinn af í alveg vonlausum aðstæðum. Þarna Arnar Gauti Þorsteinsson, hann nýlega búinn að flytja þennan bíl inn frá Danmörku að ég held. Gríðarlega öflugur bíll, þessi bíll með svona Toyota Supra-vél, 6 cylindra. Rosalegur kraftur í honum. Eins og ég sjáðu, gjörsamlega dettur og syngjandi útslótt þarna alveg leið og hann snertir gjöfina. Þarna eitthvað yfirstýr í gangi. Þetta hann Vilberg Þór Annes Svavarsson. Hann var að pröfa þennan bíl þarna í fyrsta skiptið, það búið að vinna líka í þessum bíl myrkran á milli og þeir mættu með þennan bíl algjörlega nýjan hann upp yfir og hann hafði bara lítið sem ekkert keyrt hann eða bara ekkert keyrt hann og stóð sér bara ágætlega, þannig að hann á helling inn í þessi drengur. Já, það er fínt að láta þetta útslotta. Þarna erum við með Kristinn Arnar Gunnarsson. Hann var að keyra Fantavel. Hann sýnist mér að vera hann hluti af ADHD Racing sem að Lexusin í líka. Hann var að keyra mjög vel. Þið sjáðu þarna rosalega löng beygja þarna. Mikið challenge að ná henni því að menn þetta fara mikill í ferð og eins og þið sjáðu þá svona stundu tókst það ekki alveg og menn sneru. En það voru enginn í fílu heim eftir þetta. Og þarna aftur Mikael Kúsjóf. En þarna hann sérst komin í útsláttarkeppnina. Og að fara hann að keyra Fantavel. Mikil gráðan hann reynda missir hann svo og þarf að keyra beint aðeins. Menn fá mínus fyrir það. En skilaði þessu flott. Þá hér næstur á BMF með VAF 8 bensínvél að ég held frá Chevrolet. Guðjón Levi Traustason. Gríðarlega kraftmikill bíll. Og alveg framtíðar ökumaður. Þvílíkt að flott að sjá hann keyra þarna. Glæsilegur akstur á honum. Þá næstur á Pontiac Trans Am. Guðbjartur Steinar Knaran Magnússon. Hann svona aðeins loða við þessa bifreiðar í þessu sporti hingað til að það sé svolítið auðvelt að snúa þeim. Eins og við sjáum þá var hann alveg ótrúlega góður að keyra með að vera á þessu bíl. Og þarna eru þið byrjar að æfa sig í stóra flokknum. Þetta hann Gretar G. Hagalín í B-Sick Racing. Hann var svona aðeins að sína okkur hvernig hann ætti ekki að gera þetta áður en keppni byrjaði. Við erum ekki að leggja hann í einelti hérna en hann var svolítið í þessu hérna til að byrja með. Og þarna erum við byrjaðir í svokölluðu tandem þar sem að þeir keyra 2 og 2 saman. Þarna eru bræðirnir Þórir Már Ingvarsson og Ármann Ingis Ingvarsson. Og þeir keyra 2 ferðir. Fyrst keyrir Þórir undan og svo keyrir Ármann undan. Og sá sem betri í hvor tveggja, hann heldur áfram. Og að þessu sinni þá var Ármann betri bróðurinn og fór síðan í Þóri Örn Eyjólfsson. Þarna eru við með Anton Örn Árnason og Birgi Sigursson. Og Anton var nú einhverju pínurugli þarna þegar áreindi. Var samt búinn að sína gríðarlega flottan akstur allan daginn. Keyrir þetta þvílíkt flott. En Biggi hafði satt betur og hann hélt áfram.
og þarna krassaði nú dróni í miðjukafi. Það gerist á bestu bæðum en það brotnuði nú bara spaðin á honum, þannig að hann var nú komin á loft þarna nokkrum mínútur síðar. Það var næsta par Sigurjón Eli Eiríksson og Gretar G. Hagalín. Það eru tveir gríðarlega öflugir bílar og báðir mjög góður að keyra. Sjáum við hvernig þetta fer hjá þeim. Já, flott. Mjög flottur akstur á þeim báðum. Og já, þetta er flott þetta. Og Sigurjón hann heldur áfram og fyrir Birgi Sigurðsson hér á eftir. Það var Ármann Ingi Ingvarsson og Þórður Örn Eyjólfsson. Og þetta var svona þvílið flott þarna gert hjá þeim. Báðir orðnir þaulvanir að keyra. Ármann er á BMW E36 með VAF-8 og Þórður Örn er með BMW 6-cylindra turbo. Og Ármann hann heldur áfram þarna og fyrir Bigga Sig á eftir og Þórir einnig. Og þarna eru Biggi Sig og Sigurjón Eli. Báðir gríðarlega góður að keyra. Biggi með alveg hauga afli. Sigurjón líka. Helvítis trösl. En einhver staðar hefur Biggi eitthvað gert smá feil því að Sigurjón hann valtaði bara yfir hann og hélt áfram. Og þannig eru þeir að keppa 3. og 4. setið, Biggi og Þórir Örn. Og þarna fer Þórir svolítið undarlega línu. Ég veit nú ekki alveg, ég er ekki dómari en þarna er samt gríðarflottur akstur á báðu köllum í gangi. Og sjáðu þetta, þvílíkt flott, glæsilega gert, en þarna rekast þeir saman. Tjónast nú annar bílinn, en ég held að þessi er nú alveg slétt saman það. En Þóri var dæmdur óhæfur í þessu. Þannig að Biggi var öruggur með 3. setið. Það var Ármann Ingarsson og Sigurjón Eli sem eru að keppa 1. og 2. setið. Báðir gríðarlega jafnir. Og oft á tíðum, eða ekkert oft á tíðum, ég hefði ekki viljað vera dómari þarna því að það var það mjótt á þeim að það var ekkert augljóst hvor var að vinna þarna. Þannig að þegar þeir voru búin að fara eina ferð þá sneri hann þarna í seinni ferð, hann Ármann. Og það var að mér minnir að Sigurjón hafi rekið að fara út fyrir, þannig að þeir fengu báðir 0 fyrir ferðina. Það var one more time á þá þarna, sem þýðir að þeir þurfa að fara eina ferð í viðbót. Og það var ekki eftir neina að bíða, þeir drifu sér bara eina ferð í viðbót. Og þá er náttúrulega pressan orðin alveg gríðarleg og menn náttúrulega reyna að gera sitt allra besta. Og þarna snýr Ármann aftur á sama stað. Ömurlegt, en þetta gerist bara. Og Ármann Sigurjón hann að verður að klára. Hann má ekki bara setja aðra undir stýri og keyra til Grenivíkur. Hann þarf að klára þetta eins og maður. Og hann var ekki í vanda með það. Þvílíkur akstur maður. Þetta geti ég ekki gert í tölvuspili, það er eitt sem víst er. Glæsilegur akstur á honum og hann sigrar þessa keppni. En úrslitin voru svo hljóðandi að í minni göttubílaflokki var í 1. seti Kristinn Kjartason, í 2. seti Árni Freyr Gunnarsson, í 3. seti Elvar Geir Ágústsson. Í göttubílaflokki var í 1. seti Jökull Atli Harðarsson, í 2. seti Mikael Kutsjóf og í 3. seti Jón Þór Hermannsson. Í 8. flokknum sigraði Sigurjón Eli Eiríksson, í 2. seti Ármann Ingi Ingvarsson, í 3. seti Birgi Sigurðsson. Hvernig er að keppa í drift? Er þetta ekki gaman að? Jú, þetta er geggjað. Ætlarðu að gera meira af þessu? Já. Ég ætla bara að setjast þar í mótor í bílinn og reyna að fara upp í flokk. Það er gaman. Hvernig fannst þér brautin í dag? Hún
hún var mjög skemmtileg. Hún var þröng svona á stöðum og gaf meiri möguleika fyrir litlu bílana en miklu teknískara fyrir stóru bílana þurfa að hægja á sér eftir að vera á mikilli ferð og svona. Hér eru komið með sigurvegari í götubílaflokknum á driftinu og bíladöfum. Til hamingju með þetta, ertu ekki ánægður með þig? Jú, þakka þér fyrir. Þetta gekk bara mjög vel. Góður dagur, flott keppni, mikið af góðu starfsfólki. Bara akkurat eins og við viljum hafa það, sko. Ertu búinn að vera að keppa eitthvað í sumar? Já, þetta er þriðja keppnin. Ég vann fyrstu, síðan þriðja sæti, svo fyrsta aftur, þannig ég er fyrstur í stigum. Ertu góður í þessu? Já, þeir segja það. Já. Þannig að þetta er eitthvað sem þú ætlar að gera meira af? Já, alveg klárlega. Og vann einmitt litla flokkin í fyrra, sko. Já, ok. Já, þannig að þetta er bara svona næsta skref. Bíllinn segja þetta, hvernig bíl er þetta? Herru, 350 seta Nissan, það er þessi. Já. Mjög góður bíl. Ok. Heppilegur í þetta? Já, henta mjög vel í þetta, algjörlega. Ertu að fara að taka þátt í einhverju fleiri á bíladöfum? Ekki þetta skiptið, vonandi næst. En það er bara beint í bæinn og að vinna í fyrramálið. Ok. Já. Herri, þetta var upplifun. Ég er prófað þetta í fyrsta skipti í opnaflokkinum og það virtist bara heppnast og allt bara eins og í sögu. Hvaða bíll er þetta segja þetta? Herri, ég er með BMW E30 með M62 B44 turbo. Já. Og varstu bara að kaupa þennan bíl kannski það? Já, ég keypti hann síðasta sumar, í enda síðasta sumars. Þú þurfti hann að græja og gera svolítið fyrir ökuhæfislu. Þú varst að keppa síðasta sumar líka, það ekki? Hvernig gekk þá? Jó, ég var að keppa á BMW 36, 325, Brundurinn. Jú. Góðu bíl. Það gekk ágætlega, ég held ég með minna að ég fengi eina dollu. Já. Þetta er eitthvað sem þú átt alveg heimi. Er þetta eitthvað sem þú átt að fara að gera núna meira af í sumar? Já, ég stefna það. Þetta verður bara tekið og unnið. Af hverju er keppt í þessu svona 2 og 2 saman? Meira challenge held ég bara. Skemmtilega að vera bara lið við lið. Tekum meira á. Er þetta ekkert erfitt eða? Þetta er eins og keyra bara venjulega nema þú bara aðeins að passa þig hverju fyrir fram að þig. Já, ok. Það er svona ekkert öðru sem það. Hvar er næsta keppni? Hún er fyrir sunnan og í Kapellurinu. Mætti þangað? Já, það er bara aðeins að ditta á honum og þá er ég mættur.